stilltu á FM 89,1. Við ætlum að, við höfum svolítið verið að ræða lagareldisfrumvarpið, en það áhugavert í meira lagi. Það kemur fram í svona mörgum af spjallþáttunum sem við erum með hérna líka, en við höfum líka fengið ýmislegt fólk svona að borðinu til þess að ræða ýmsar liðar af því frumvarpi og Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði. Þú féllst á að koma hingað til þess að ræða þetta frumvarp. Með mikill ánægju eins og vant er. Leyfðu mér að byrja á svolítið óvæntum enda kannski. Mér langar að tala íslenska hestin við þig. Þar varst að þjónin. Sjáðu, hesturinn hefur fylgt okkur alveg frá árdögum Íslandsbyggðar og við förum svo varlega við að gæta stoppsins að sá sem að fer með gæðing út fyrir landsteinana til þess að heyja kapriðar má ekki flytja hann inn aftur vegna þess að það er talið myndu ógna hrossastofninum. Og hrossastofnin er þjóðinni svo mikilvægur, hann er bundinn fólkinu í landinu þvílíkum tilfinningaböndum sem ná meira en 1100 ára aftur í tíman, að fólki finnst þetta vera eðlileg skipan. Og ég get fallist á það alveg fyrir mína parta. Og með öðrum orðum, hrossastofnin er ekki falur, það er ekki spurning um verð. Þegar við megum aldrei selja hann landi ekki frekar en Valþjófsstaðahurðina eða handritin. Og þá skulum við spyrja næstu spurningan, en steinbíturinn. Það eru hrosshúðir á veggjum og gólfum á fjölmörgum heimilum landsmanna hringinn í kringum landið, bara til þess að undirstrika þessi tilfinningabönd sem að við erum fólki í landinu bundin hestinum. Ég þekki nú fá heimili sem erum uppstoppað steinbíta eða steinbítsróð uppi á veggjum hjá sér. Þannig að þetta sem ég er að segja hestin, það á kannski ekki með líku lagi við steinbítin. Steinbítin hefur að vísu fylgt okkur frá árdögum Íslandsbyggðar, en það var neðansjávar. Við byrjum ekki að veiða hann fyrir mörg hundruð árum eftir landná. Þannig að það á annað við steinbítin. Kannski væri það leyfilegt og siðlegt að selja steinbítsstofnin, þannig að hann hirfi úr höndum okkar. Þá kemur næsta spurning, en þorskurinn? Og þá vandast málið svolítið, því að þorskurinn er svo mikilvægur efnahagslega að verðmætasti parturinn af fiskistofnunum í kringum landið. Og ef við spyrjum bara fiskistofnana í heild, steinbítin og þorskinn og allt heila klappið, að þá er það náttúrulega augljóst að okkur leyfist ekki að selja stofnana frá okkur, selja það undan okkur. Og nýja stjórnarskráin sem Alþingi hefur haldið í gíslingu núna síðan 2013, hún girðir fyrir þetta með því að taka vel tvímæli að þetta sé óleyfilegt, að það sé óleyfilegt, það er að segja brot gegn stjórnarskráni að selja undan okkur fiskistofnana með sama hætti og við megum ekki heldur selja frá okkur Valþjófsstaðahurðin eða handritin. Það er með þess að sérstakt ákvæði menningareign, bara til þess að undirstrika hliðstæðina milli menningareignar annars vegar og náttúruauðlinda hins vegar í nýju stjórnarskráni. En það er ein tegund sem syndir í sjónum sem nálgast hestin og það er laxinn. Ég hef séð uppstoppaðan lax yfir arninum á fjölmörgum heimilum hringinn í kringum landið og það undirstrikar tilfinningabönd fólksins í landinu við þennan fisk. Og þess vegna sýnist mér að rökin hestin eigi betur við laxinn heldur en rökin steinbítinn. Það er sem okkur leyfist ekki undir neinum kringumstæðum að selja frá okkur laxastofnin, hvernig sem við færum að því. En það er einmitt það sem þetta frumvarp lagareldi sem þú baðst með að koma hingað til þess að spjalla við gengur út á. Því að það eru yfirgnæfandi rök sem náttúrufræðingar og fjölmargir aðrir hafa reitt fram sem sýna það, og það er þegar byrjar að gerast, að þetta sjókvíaeldi eins og að því að staðið hringinn í kringum landið, að það ógnar tilveru laxastofnsins, og það eru fyrirmyndir frá þessu að þessu utan úr heimi. Og það er þess vegna sem að það er stór hætta á því að þetta frumvarp verði það að lögum að muni eyða laxastofninum
Og nýja stjórnarskrár myndi girða fyrir það, nýja stjórnarskrár myndi drepa þetta frumvarp eins og það liggur fyrir núna bara í starthólunum. Það var ekki hægt að leggja það fram. Nei.